Hér ætlum við að fara yfir það hvernig við veljum áfanga fyrir næstu önn og þegar að valtímabilið hefst að þá verður til flipi hérna hægra megin hjá okkur sem heitir val. Ég er núna skráður inn sem gervinemandi Jón Jónsson og ef ég ýti á val þá kemur önnin upp sem að hægt er að velja áfanga á. Það er sem sagt í þessu tilfelli vorun 22 og ég vel þá önn. Og þá kom upp allir áfangar sem eru í boði á næstu önn. Nú, ef við ætlum að ákveða hvað við ætlum að velja, þá þarf kannski ágætt að fara hérna inn á heimasíðuna á skólanum okkar og skoða brautin ykkar. Segjum að Jón Jónsson sé á félags- og hugvísindabraut. Þá lítur hún svona út. Þá sjáum við alla áfangana sem við þurfum að taka. Það sem ég vil benda á hér er að íslensku áfangarnir á þriðja þrepi, þá má taka í hvaða röð sem er og það sama gildir ensku áfangana. Á öðrum brautum þetta eru félags- og hugvísindabraut, það er bara að taka 2 íslensku áfanga og það þarf bara að taka 2 ensku áfanga, það er að segja á þriðja þrepi. En það skiptir engu máli í hvaða röð báðir greinarnar eru valdar á þriðja þrepi, íslensku og enska. Þannig að þið getur þess með að byrjað á MB og svo EX eða hvernig sem að þið viljið og ákveðið hvernig þið viljið sleppa. Nú ef við viljum sjá hvað er í viðkomandi áfangalýsingunni þá getur við bara smellt á áfangan og þá kemur smá texti um viðkomandi áfanga. Þetta getið þið séð alla áfanga sem er í boði, þannig að þið getið ef þið ýtið á einhvern áfanga þá fer hann hérna inn, en til þess að sjá hvað er á bakveðan þá getið þið farið hér inn eða undir áfangar og þar eru allar áfangalýsingarnar og líka nýjir áfangar sem verða að bjóða upp á í fyrsta sinn. Og mér langar líka að benda okkur á hérna undir aðstoð. Þá er fullt af leiðbeiningum fyrir valið, bæði listið yfir alla áfangar sem eru í boði núna næstu önn, lýsingar á nýjum áfangum sem ekki eru komnir inn í grunninn hjá okkur þegar það er ekki búið að kenna það áður og hér er hlekkur á myndbandi sem er í gangi og svo er hérna líka hlekkur á hvaða stærðfræðiáfanga maður á að velja. Það er pínu svona flókið að veljast hvaða stærðfræðiáfanga við ætlum að fara í. Flestir fara í gegnum taka fyrsta áfangan í stærðfræði á 2 önnum, tvískiptan. Þannig að ef þið eruð í LF þá takið þið næst FL og eftir það þá getið þið tekið næsta áfanga á öðru þrepi. Það má ráða því hvaða áfanga maður tekur á öðru þrepi á öllum brautum. Þeir sem ekki ætla að taka vil ekki bæta við sér stærðfræði geta tekið stærðfræðilæsi og svo stærðfræði 3TF sem er eini skyldu áfanginn á þriðja þrepi. En ef þið viljið bæta við ykkur stærðfræði, þið viljið fara í viðskiptafræði eða einhvers konar raungreinar eða heilbrigðisgreinar eða fleira, þá þurfið að taka þennan 2HH sem er undanfari að öllum áfangunum. Þannig að ef þið ætla að taka meira stærðfræði þá er nóg að taka þennan öðru þrepi. Nú, förum bara og smellum okkur í valið. Eins og við sjáum að þá er valið hérna á valflipi hér og vorum búin að velja þetta hér. Nú, Jón Jónsson, hann er núna í ensku, fyrsta áfangun í ensku, það er enska 2OT, þannig að hann sést ekki hér. Áfangarnir sem það eru í sjást ekki þannig að það er auðvelt að vita hvaða áfanga við ætlum að velja næst þar í enskunni, það er hérna enska 2TM. Í íslenskunni þá erum við undirbúningsáfanga og þá getur verið flókið að vita hver er undan á öðru þrepi. Þessi tala hérna segir hvað þrepið er það ED eða er það MR? Og ef þið farið hérna yfir stækkunarglerið á undanförum þá sést hérna að til að vera búið með til að fara í MR þá þarf bara að vera búið með undirbúningsáfanga eða
vera með nógu háa einkunn úr grunnskóla, en til að fara í ED þá þarf maður að vera búinn með MR, þannig að MR þarf að takast á undan ED. Þannig ég ætla að vera MR hérna og það nú að smetla á áfangana þá hoppa þær hann inn. Síðan getur bara gengið á þetta, gott að velja einhverja valáfanga líka, hvernig sem þið veljið þá. Þið megið hæst hafa 35 einingar og hérna sjáum við teljaran, hvað telur hversu margar einingar þið hafið, en þið þurfum líka að vera með að minnsta kosti 2 einingar, 2 áfanga í varavali, af því að mögulega getur verið að þið komist ekki í áfangana sem þið veljið og þá er gott að vera með eitthvað varaval, þannig að það sé ekki bara valið eitthvað á okkur. Þannig að þið verðið að velja allavega 2 áfanga í varaval. Þegar þið eru komið nóg, að þá ýtið bara fyrsta valið og þið hafið heila viku til að vinna í valinu og þau geta alveg byrjað og vistað og farið svo aftur inn í og breytt og bætt þangað til að á síðasta valdaginn og í lok síðasta valdags þegar valdtímabilinu lýkur að þá lokar á valið. Vonar að þetta gengur vel, annars bara talið við umsóknina ykkar eða námsráðgjafa.